Jæja, ég hérna komið með Sverri og Ástu Köru, mikla hestamenn sem eru mætt hérna á fyrsta mót meistaradeildarinnar í fjórgangi upp í spretti. Jæja, hvernig líst ykkur á meistaradeildinni í vetur? Haldið þetta verði jafnari og meira spennandi keppni í ár heldur en hefur verið undanfarið? Já, veist það, mér líst bara rosalega vel á þetta og það eru margir rosalega góðir knapar í deildinni og bara eins og núna í fjórgangnum margir spennandi fjórgangarar sem að verður mjög gaman að fylgjast með. Hvort hún verður eitthvað jafnari, ég hugsa, maður alltaf að vona það er alltaf mest spennandi að hafa hana sem jafnasta. Í sammálaði, ég held að þetta verði bara mjög skemmtilegt og ég held að þetta verði jafnari enn í fyrra og sjá hvernig hestarnir koma út núna í fyrsta móti og knapar. Þetta er alltaf spurning þegar maður byrjar hvernig formið er á bæði hestum og knöppum og ég held að þetta verði mjög spennandi. Og hvað finnst ykkur að færa meistaradeildina í bæinn? Sko, það sem ég er núna staðsett í bænum finnst mér alveg rosalega vel á það. Knapalega séð, þeim náttúrulega finnst öllu best að hafa þetta fyrir austan, þar sem að þetta er nær sem flestum sem er í deildinni, hugsa ég. Hérna er þetta náttúrulega mikið nær hestunum í rauninni, áhorfendurnir heldur fyrir austan. Ég held að sé bara kostur og gallar við þetta. Ég held að líka, auðvitað náttúrulega sem bæjarbúi, þá er þetta voða þægilegt. En það var sjarmi yfir að vera með djörluflokkum. Það var með sjarmi og náttúrulega ertum að nær hestunum hérna og þetta er náttúrulega stærra hús og þú sérð kannski betur svona yfir heildina sem áhorfandi en þetta hefur náttúrulega vantarlega bæði sína kosti en hitt það er náttúrulega mjög mikið sjarm. Já. Hver haldið þið nú að sigri í kvöld? Já, stórt er spurt. Ég held nú bara með mörgum. Ég ætla bara að halda með mínu gamla teymi sem ég vann hjá í fyrra á Árbakka og ég ætla að vona einhverjum þeirra liði sigri þetta mót allavega. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Hvernig það verður. Ég hagsmunaði að Sigurbjörn minni en ég veit það ekki. Ég get ekki séð það. Nei. En eru þið með svona eitthvað í hausnum hverjir haldið að verði í úrslitum í fjórgangnum? Sko, náttúrulega, ég hugsa, mér finnst nú líklegt að Kobbi, ef að meirinn er í standi, að hún verði í úrslitum. Og það er náttúrulega, það eru margir mjög sterkir hestar. Það er svolítið erfitt að segja, sko. Ég er ekki, ef ég á bara að segja þessu, þá er ég ekki búin að skoða alveg það vel yfir ást að maður hefur kannski verið búin að skoða þetta eftir betur áður maður kom. Ég er sammála, maður er bara ekki að skoða nógu vel. Það verða Elín og það verður Diddi, það verður Kobbi, Hulda og Hinni. Ok. Þetta er bara til loftur. En er einhver sem haldið að komi svona mest á óvart í kvöld, eða? Verður maður ekki bara að segja nýliðarnir að þeir munu, ég ætla að vonast til þess að þeir munu koma sem mest á óvart. Kemur einhver nýr spámaður sem kemur óvart. Ok. Við sjáum hvernig þessi spá ykkar rætist. Takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis.